dag og velkomin í Gunn Hann Brasar. Gunnlaug Hannesdóttir heiti ég og ég vinn og hanna undir merkinu Gunn Hann. Ég bý í Kópavogi og er textílkennari. Ég hef kennt textílvænt í grunnskólum í 30 ár. Í þessum þáttum mínum, Gunn Hann Brasar, segi ég og sýni frá ýmiss konar handverki sem ég er að vinna að eða hef unnið. Ég set þættina út vikulega og geri það alltaf á sunnudögum. Þessi þáttur er 10. þátturinn. Mér finnst alveg ótrúlegt að það séu 10 vikur síðan ég byrjaði á þessu brambaldi. Búið að vera skemmtilegt og ég held ótrúið áfram. Fyrsta mál á dagskrá, það er peysan sem ég sýndi ykkur í seinasta þætti og nú er hún tilbúin. Það vantaði hálsmálið, ég átti eftir að klára hálsmálið seinast, en nú er þetta komið og Berglind dóttir mín er bara rosalega ánægð með hana. Næst er það barnapeysa úr bómullagarni sem að ég byrjaði á 2011, þannig að það var alveg komin tíma á að klára hana. Ég átti bara eftir að ganga frá hérna að framan og hálsmálinu, þannig að nú er það komið. Ég fór í tölubóksi mitt og fann þannig fjólubláa tölur sem ég fannst bara passa ágætlega við litasetteringuna. Þannig að þessi verður svolítið góð. Og mér finnst svolítið gaman þegar maður setur svona mismunandi tölur. Og það náttúrulega þarf að gerast þannig þegar maður fer í tölubóksið og finnur, af því þar er ekkert til 5-6 tölur af hverri sort. Ég er búin að vera svolítið duglega að klára í þessari viku og það næsta sem ég ætla að sýna ykkur er garðgönguhúfan sem ég byrjaði á í haust. Og garðgönguhúfan 2019. Mín húfa lítur svona út. Ég á nú eftir að þvo hana. En ég held að hún verði bara, mér líst vel á hana. Mér fannst hún svona þegar ég var að ganga frá henni í gær, þá var ég svolítið hrædd að hún yrði kannski svolítið stór. Ég er nú ekki húfumanneskja. En þetta verður eitthvað. Það var rosalega gaman að prjóna þessa húfu, mikið svona stittar umferðir inn á milli og svona. Og ég var að hugsa þegar ég var að vinna hvað þær hefðu gert þessa uppskrift vel. Og uppskrift eins og ég segi það nú, að hún er eftir Ásu Hildi Guðjónsdóttur og Kristínu Friðriku Svavarsdóttur. Og það var mjög auðvelt að fara eftir þessari uppskrift og gaman að vinna þessa húfu. Ég er að vinna í sokkaáskorunni minni og þessi póki sem ég gerði fyrir nokkrum vikum, að hann er akkurat fyrir sokkabrjónið, passar akkurat fyrir það. Og ég er búin með fyrir sokkin og hann er svona. Og ég var að spá í þegar ég var að byrja á þessum sokkum, þá datt mér nú í hug að því að munstrið er þannig að ég þarf alltaf að vera með nefið í bókinni. Ég þarf alltaf að fylgja eftir munstrinu, ég get ekki lært það. Ég var svolítið hrædd að ég hefði bara ekki þolinmæði í þetta og var að spá í að hafa þá kannski bara munstrið bara niður að hæl og gera svo hitt bara með sléttuprjóni. En svo gekk þetta bara svo vel og að ég náttúrulega bara gerði sokkinn eins og hann átti að vera, eða á að vera, og ég er aðeins byrjuð á þeim seinni, þannig að ég klára þetta par núna í janúar og ég er svolítið spennt að sjá hvernig garn ég nota í febrúar, af því ég ætla að gera núna 1 par á mánuði, af því að ég fæ í febrúar sendingu frá Sveinu Björk úr sokkaprjónaklúbbnum hennar og ég veit ekkert hvernig ég fæ frá henni og ég er svolítið spennt að sjá hvernig það verður og líka hvaða uppskrift úr bókinni ég lendi í að prjóna.
af því að ég ætla að hafa það þannig að ég opna bara bókina einhvers staðar og geri það uppskrift sem ég lendi á. Ég er búin með útsauminn, fyrir kannski leið á að sjá þetta, en eins og ég sagði seinast þá hélt ég væri búin þá, en tók þá eftir því að ég átti eftir að gera afturstingin. Og nú er ég búin að gera það. Og það er sem sagt afturstingur hérna, svona æðar í laufblöðin og aðeins hérna í blómið. Því ég var að sýna ykkur útsauminn úr Stórhöfðanum sem ég fékk, þannig að gamla útsaum sem ég fékk þaðan, að þá var ég að tala svolítið mikið það hversu vel gengið frá að aftan. Maður sér varla að það sé búið að ganga frá endum og svona, en það sést alveg hérna hjá mér. Við erum ekkert núna að ganga þannig frá öllu að það sé jafn flott að framan og að aftan. Þannig að það sést alveg. Það er líka bara allt í lagi. Það er enginn sem sér þetta þegar ég er búin að setja þetta upp. Og þá er næsta mál á dagskrá, í hverju er ég? Ég er í peysu sem ég prjónaði og ég prjónaði þessa peysu í prjónavél. Þetta er ekki bara hvaða gatt sem heldur rakti ég upp peysu sem ég hafði prjónað og notaði það aftur. Þetta gráa hérna er færeysgull, Navia. Duo held ég að sé. Og þetta dökka er nokkrir þræðir saman. Það er hérna, þessi ljósi er svona bómullaþráður, mjög bara liggur við eins og tvinni og þessi dökki er ullargarn. Og ég var búin að prjóna stykki í prjónavél og ætlaði að gera eitthvað úr því en hafði aldrei unnið neitt meira með það og í einhverju tiltæktinu minni þá ég hendi þessu bara og segi nei, ég ætla að rekja þetta upp og ég hlýt að geta gert eitthvað úr þessu. Og ég gerði það núna á þessu ári, þannig að ég ákvað að hafa röndótt, bólinn hafði ég röndóttan, ermarnar í sittvoru litnum, svona, og svo af því að það situr alveg skorður. Prjónavélin er bara af ákveðinni breidd, það er bara hægt að hafa ákveðið margar lykkjur á borðinu og ég þarf meira mig heldur en það gefur og þá gerði ég bara stykki hérna. Svona renning sem ég saumaði svo við og þá er hún orðin fín. Hún er rosalega fín, hún er þunn, eitthvað sem ég hefði aldrei nennt að prjóna sjálf í höndunum og og bara óbúslega þægileg. Ég gleymdi að segja frá því að þetta gráa garn hérna, Navia Duo, ég hafði prjónað með peysu úr þar sem ég notaði þetta garn og alpaka saman. Ég notaði þá peysu alveg óbúslega mikið í mörg ár og svo einhvern tímann þá var ég ætlaði að fara að þvo hana, nennti ekki að þvo hana í höndunum og skellti í vél bara á ullarprógram. Og þá þæfðist hún svo vel, eða sem sagt að alpakagarnið það varð svo heitt. Það gerði að verkum að peysan var bara eins og þétt ullarkápa. Og þetta var orðið allt of heit peysa fyrir mig. Þannig ég rakti hann upp og tók í sundur Navia-garnið og alpakagarnið, þannig að ég vatt upp 2 hnykla, ég vona að þið skiljið hvað ég er að meina, henti alpakagarninu en geymdi Navia-garnið og og nú er ég búin að prjóna nýja peysu úr þessu. Nýtnin alveg að drepa mig, eða hvað. Ég lentiði núna nokkrum sinnum að ég hef ekki munað hvaða garn eða hvers konar garn ég notaði í ákveðna hluti sem ég hef prjónað. Og ég ákvað sem sagt núna áramótin, það var eiginlega bara svona nýársheitið mitt, að ég ætlaði að geyma alltaf miða, það er að segja ef ég er ekki að gera úr afgangsgarni, ef ég á miðana af garninu,
að þá ætla ég að geyma einn miða og vefja gatninu utanum, þannig að ef að kæmi til dæmis lykkjufall eða eitthvað gat eða eitthvað svolítið, þá hef ég hérna þráð til þess að gera við og ég hef allar upplýsingar flíkina, úr hvaða gatni þetta er, hvernig ná að meðhöndla, hvernig ná að þvo og allt þetta. Þannig að þetta ætla ég að setja bara í box og þannig að ég er komin hérna með þetta tvennt. Og svo líka svolítið spennandi að sjá eftir ár, hvað verði ég komið með marga svona? Hvað verði ég búin að gera mikið? Ég er búin að vera svolítið dugleg að prjóna á sjálfa mig undanfarið og mér langar að halda því áfram. Ég keypti þessa hérna, pom-pom blað eða bækling í fyrra og þar er peysa, þessi hérna, mér langar svolítið mikið að gera hana. En ég er búin að vera að vandræðast með hvort ég eigi að hérna, kaupa gatn í hana eða nota gatt sem ég á hérna heima. Ef ég nota gatt sem ég á hérna heima, þá er ég ansins hrædd að hún þurfa að vera aðeins litríkara heldur en þessi, af því ég held ég eigi nú ekki nóg af hérna, 2 litum sem að dugar í peysu á mig. Og þannig ég er svona mikið að spá í hvernig ég að gera þessa peysu. Best væri ef ég gæti notað gatt sem ég á hérna heima. En svo er líka alltaf að kaupa gatt í hana. Ég veit það ekki. Það verður komið ljós. Ég hlýt að geta komist það niðurstöðu núna fljótlega með þetta. En já, ég held að ég sé þá bara búin í dag. Ég þakka fyrir áhorfið og við sjáumst eftir viku.